Nýtt verslunar- og veitingasvæði í flugstöð Leifs Eiríkssonar var opnað formlega í síðustu viku eftir gagngerar endurbætur. Svæðið orðið hið glæsilegasta með fjölbreyttu úrvali þjónustu. Verslanir bjóða stórauki úrval af fatnaði, gjafavöru, íslenskri hönnun og handverki og veitingasvæðið mun stærra og fjölbreyttara en áður. Við opnunina buðu Isavia og rekstraraðilar á svæðinu til fagnaðar þar sem verslanir og veitingastæðir kynntu vöru sínar og þjónustu og buðu upp á fjölbreyttar veitingar. Haldin var glæsileg tískusýning framleidd af Ingibjörgu Gretu Gísladóttur. Þema sýningarinnar var ferðalag og útivist og sýndar voru vörur úr verslunum í flugstöðinni. Sjónvarp Víkurhetta ræddi við Björn Óla Hauksson, forstjóra Isavia, við þetta tækifæri. Í síðari hluta þáttarins rætt við kaupmann sem hefur rekið verslun í flugstöðinni í 17 ár og þá kynnum við okkur einnig veitingareksturinn í flugstöðinni. Björn, hvaða framkvæmda pakka var að ljúka hérna núna í flugstöð Leifs Eiríkssonar? Já, nú erum við búin að taka hérna brottfarar og verslunarsvæði fyrir farþegana hérna sem að fara í gegnum flugstöðuna. Og það sem skiptir öllu máli núna var það að við sáum fram á það fyrir nokkrum árum síðan að þetta svæði myndi vera á lítið, bæði verslunarlega séð og líka bara við værum ekki með aðstöðu til þess að fyrir farþegana, hvorki veitingaraðstöðu eða bara til þess að vera hérna inni. Þannig að það var tekin ákvörðun þá að endurbyggja skipuleggja svæðið sem okkur hefur núna tekist. Við erum búin að fá nýja menn hafa fengið stærri verslunarsvæði, 800 fermetra verslunarsvæði. Við erum búin að stækka svæðið fyrir flugvendina, þannig að við getum fengið fólk hraðar inn í stöðina, það þarf ekki að bíða í biðröðum. Og núna getum við sagt að núna næstu árin allavega, með þennan hraða sem við erum að sjá í aukningu farþega, þá getum við sinnt okkar farþegum að þenn hátt sem þeir eiga að hafa hérna í flugstöð Leifs Eiríkssonar. Nú eru allnokkrir nýjir aðilar hérna í verslun og þjónustu. Er aukning á því sviði eða er þetta bara nýjir aðilar? Já, sko, það raunverulega ekki svo margir nýjir aðilar sem inn. Það einu aðilarnir sem hafa komið hérna inn hérna þeir sem halda utan fashions og accessories. Það einu nýju aðilarnir sem hafa komið inn vegna þess að Nord sem fór í samvinnu við Lagardère aðilar sem búin að vera hérna í mörg ári flugstöðinni. Og það sem var ánægilegt þegar menn komu hérna inn, það var að sjá hvað vel þessir aðilar sem höfðu verið hérna voru samkeppnisfærir við jafnvel stór erlend fyrirtæki sem voru að reyna að komast hérna inn. Það hafi verið einhver gagnrýni í gangi í sambandi við allt þetta dæmi. Hverju svarar því á þessari stundu? Já, mér finnst þetta bara svolítið sorglegt að mönnum taka þessu svona illa. Ég held að kannski fyrst og fremst að segja þetta að menn eru svona allir vilja gjarna komast hérna inn. Ég meina, við gætum fyllt þetta svæði mörgum sinnum og hefði bara verið gaman að hafa verslunarsvæði sem væri miklu stærra og bjóða fleiri mönnum inn hérna. En ég held bara ef við horfum á framtíðina og sjáum hversu miklu aukningu við erum að horfa hérna innan næstu ára að vera hérna með nánast bara miklu stærri flugstöð, meira pláss, meira verslunarrými og þá bara spurningum að vera þá fljótari til og tilbúin í slaginn og komast hérna inn og taka þátt í þessu sem að gerast hérna í dag, eða í framtíðinni hérna inn á svæðinu. Þannig að þetta mun bara, ég segi bara komum við aftur og takið þátt í þessu. Nú er í rauninni ekki rétt að segja að ferðasumarið sé hafið. Nú er þetta í rauninni orðið bara ferðaárið á Íslandi. Það er áframhaldandi mikil aukning. Já, sko, aukningin hefur farið langt fram eftir björtustu vonum. Við sáum bara hérna í maí, þá fengum við yfir 30% aukningu með við maí í fyrra. Og við getum bara sagt að febrúar sem var í gamla daga lélegasti ferðamánuðurinn okkar, hann núna jafnstór og júní var 2009, það ekki lengra síðan. Og við erum að sjá hérna alla mánuðina eru miklu fleiri. Enda erum við líka komnir frá að vera, ef við tökum 2009 dæmi þegar Keflavíkurflugvöllur var stofnaður, þá fórum við vorum með 1,7 milljónir farþega. Nú erum við að nálgast 4,7 milljónir farþega, þannig að við erum að horfa á 3 milljónir farþega í viðbót sem koma hérna inn á svæðið. Hafi ekki verið ýmsir vaxtarverkir með þessu? Það þetta alveg rosalegir vaxtarverkir en ég ætla samt að segja að fólkið hérna, bæði verktakar, okkar eigið fólk, þjónustuaðilar, verslunar, hafa allir staðið saman til að tryggja það að við höfum getað haldið frábæri þjónustu og ég leyfi mér að segja frábæri en sem við vorum 2014 að vinna hérna Bellum sem besti flugvöllur Evrópu og það mat ekki bara einhver aðlót í bæ, heldur það mat farþegarnir sem fara flugstöðina. Það sem var gaman að vara meðan menn voru að vinna hérna, þá vorum við ennþá sá mjög góðar niðurstöður af þjónustukönnunum sem voru með
og það bara sagði okkur það að menn voru að standa sig bara ennþá betur í öllum látunum og uppbyggingunum og hávaðanum og reykinu. Þá voru menn að gera vinnuna sína alveg frábærlega hérna á svæðinu og það maður getur verið bara stoltur að vera partur af því. Það hefur verið talað að þetta sé svona eina aðal stóriðjan, flugstöðin. Nú svo komið að atvinnuleysi, orðið mjög lítið. Hvernig gengur að manna öll störf hérna? Já, ég get bara sagt það að við höfum svona áhyggjur af því. Við erum þetta að horfa á miklu stærri en bara næsta árið. Þá erum við að tala kannski 700-800.000 farþegi viðbót og það þarf að sinna þeim. Og við höfum séð að menn eru svona nánast, menn eru svona stela góðu starfsfólki hvor af öðrum hérna á svæðinu. Við höfum menn svona reyna að ná mönnum inn og það þýðir bara það og ég held að það sé gott fyrir Suðurnesin að það vantar greinilega gott fólk. Og það komin tími núna á bendamönnum á það að það pláss hér fyrir menn að flytja hingað og búa hérna á þessu svæði. Hér er möguleikar að fá gott húsnæði, góðri aðstöðu og vinnu sem hægt að fá til framtíðar, ekki bara einhvern stuttan tíma. Þannig að ég vona að það kom bara sem flestir að flytja til Suðursvæðisins svo við getum farið að fá það hingað upp og vinna með okkur eða vinna með samstarfsaðilum hérna á flugvöllunum. Og þið hvergi hægt, það eru stór framkvæmdir framundan við frekari stækkun á flugstöðinni. Já, það eru bara mjög stóra framkvæmdir sem við erum að horfa. Við búumst við að stækka alla byggingarnar okkar núna næstu bara 2-3 árin. Strax í ár munum við byrja að undirbúa stækkanum bæði hérna í norðurbyggingunni sem fer þá við til vesturs og austurs. Við förum að stækka suðurbygginguna til að stækka svæði sem að menn getur farið í gegnum passaskoðunni hjá lögreglunni. Það við verðum að gera það kom svo margir farþegar þar. Og svo þurfum við þetta líka að stækka þessa byggingu hérna. Þó að þetta sé glæsilegt, flott svæði, okkur vantar pláss eftir nokkur ár og við verum bara að vera viðbúnir því. Þannig að það verður mikið að gera. Hvað geturðu sagt okkur frá því eitthvað í stuttum máli? Er þetta að gerast á næstu 2-3 árum þessar stækkanir? Já, við erum að fara núna, við erum að ljúka masterplanin okkar, svo kalluðu, sem bara áætlun fyrir hvernig við sjáum okkur fyrir uppbyggingu flugstöðvarnar og Keflavíkurflugvallar. Núna bara strax í næstu viku, þá munum við hefja vinnu við deiliskipulag fyrir svæðið til að undirbúa það. Og við sjáum fyrir okkur hérna í lok ársins, þá fórum við í hönnunarsamkeppni viðbyggingarnar og þannig að við erum að 2016 pott hérna við höfum að byggja og ég held að við munum ekki stoppa næstu árin sko. Ég held að við erum alltaf ein ný viðbygging á ári í nokkur ár eftir á. Henni aldrei stopp en kannski ekki á meðan það farþega aukning allavega? Já, þessi farþegaaukning sem við erum að sjá hérna, hún langt umfram það sem við sjáum á öðrum flugvöllum í Evrópu. Menn teljast vera góðir að fá 3-7% og eins og við erum að segja, við höfum verið að horfa á meðaltal síðan 2009, höfum verið að horfa á meðaltal aukningur hér á Keflavíkurflugvelli 16,5%. Og það segir bara það, þessi aukning, hún kallar á viðbyggingar. Bara eitt og sér aukningin hér í Keflavík, hún bara eins og nánast eins og helmingur af því sem var 2009 og það var 4. stærsta árokkur þangað til. Það frá því að flugstöðin var byggð sko. Þessar miklu framkvæmdir, það hljóta nú að kosta sitt? Já, það alveg rétt, það verða mjög dýrar. En þess vegna erum við á fullu núna að reyna að sjá hvernig við getum fengið peninga til að standa undir framkvæmdunum. Og þetta getur sagt þessar miklu framkvæmdir sem við hefur verið hérna inn á Vesturlandssvæði eru partur af því. En við höfum þetta fengið bara boð frá fólkinu, þeir sem komu hérna inn á svæðið. Þeir sáu til þess að vera með góðar áætlanir sem gerðu það að verkum að við treystum þeim að búa til peninga sem verða svo allir notaði til að þróa flugvöllin með allar þessar stóru framkvæmdir. Þannig að það alveg grundvallaratriði og þess vegna erum við að gerðu við breytingarnar á sínum tíma og fórum út og buðum út og það núna bara strax verið að skila þegar við sjáum að við erum að fá peninga sem eru strax byrjar að borga niður þessar framkvæmdir sem eru hér. Þannig að stöðin að njóta meiri velgengni aðilana sem eru að selja þjónustu og vöru. Já, það hefur allur peningur sem hefur verið myndaður hérna, þökk sé gefur sér átt velvilja ríkisvaldsins og fjármálaráðuneytisins. Þeir hafa allir peningur hafa farið aftur til að byggja upp flugvöllin og flugstöðina. Og ef við hefðum ekki fengið þá peninga hérna inn, þá getum við ekki byggt jafn hratt.